og blessaðan daginn og verið velkomin í Kilroy kastið á áætlun. Ég heiti Rebekka Þurí. Ég heiti Bergrún Sóla. Og við ætlum að vera með ykkur hérna í sumar. Við ætlum að ræða svolítið bara ferðalög og allt sem tengist ferðalögum. Við ætlum að taka svolítið bara allt sem er milli himins og jarðar sem tengist ferðalögum að einhverju tagi. Fá til okkar mjög góða gesti, mjög skemmtilegar sögur. Við ætlum að ræða bara, þú veist, svona disaster stories til dæmis, hvernig það að fara einn að ferðast, deila svona okkar reynslu. Við erum báðar svona viðförular konur. Já, það er óhætt að segja það. Við erum ferðast svolítið mikið, bara við öll. Svo finnst mér líka, þú veist, loksins komið eitthvað svona íslenskt ferðapodcast í loftið og okkur fannst að vanta svolítið upp á það, bara svona almennt, svona inspo, okkur maður að ferðast og til hvers og hvert maður að fara og hvernig gerir maður það og svona og líka bara þannig að mjög gamall og langur draumur hjá henni Sól að vera YouTuber. Já, þetta er langþráður draumur að rætast hjá mér, bæði að vera YouTuber og líka að vera með svona útvarpsþátt. Já. Það er draumur hjá mér að vinna á RÚV og vera bara svona, það er náttúrulega, vera Illugadóttir er náttúrulega leiðtogi lífsins. Já, leiðtogi lífsins. Þannig að ég er virkilega glöð að vera komin hérna og þetta er heiður sko, og ég er sammála, ég tek undir þetta, það þegar ég var að byrja að ferðast, fyrir löngu, að þá vildi ég að það hefði verið eitthvað svona, þú veist, já, sérstaklega eitthvað svona á íslensku, bara eitthvað svona sem maður getur hlustað á sko, því þetta er mikið mál. Krakkar, þetta er mikið mál, þetta er hitamál. Þetta er ekkert mál, en þetta er en þú veist, svo erum við líka bara, gerum ekkert annað en að tala ferðalög, þannig að einmitt. Þetta er bara, já. Fyrir okkur er þetta bara eins og að drekka vatn. Það má segja það, sko. Já, hann að að gera að við okkur langaði bara svolítið að koma inn á hann plattform og deila bara okkar sögu og reynslu og ýmislegt og eins og ég sagði á hann, fá til okkar mjög góða gesti. Ekki ómarga, við elskum að tala sjálfan okkur líka, þannig að og höfum brallað ýmislegt, skilur, þannig að, já, við erum spotlatinu bara sem mest. Sóla er svo athyglisjúk. Já, allir sem þekkja mig myndi lýsa mér sem athyglisjúk og með yfirgang. Með yfirgang. Já. Sko, talað samt það, áður en við byrjum, þá erum við með smá hraðaspurningar. Okay. Bara svona svo hlustendur og áhorfendur, sem fyrir þá sem að fylgjast með, geti svona kannski kynst okkur aðeins betur, áður en við hoppum inn í svona ferðalögin, inn í þetta ferðalag. Má ég byrja að spyrja þig? Já, ok. Byrjaðu. Ég veit ekkert hvað þú ert að fara að segja. Nei, ég veit það. Ég er bara smá stressuð, en alltaf. Þú svara bara svona fyrsta sem að kemur upp í hugan. Já, og það er ekki tímataka. Nei, okay. En þetta er svona bara, hver er Sóla og hvað er hún að gera í þessu podcasti? Okay. Smá, ok, fyrsta spurning. Hvað er það skrítnasta sem þú hefur borðað á ferðalagi? Það eru mörg að velja, sko. Ég held að skrítnasta sem ég hef borðað er eitthvað skonar crispy dýrafita í Kína. Ég veit ekki af hvaða dýri. Mér langar að segja önd, kannski. Andafita. Já, þetta var bara svona crispy fita, basically. Skemmst frá því að segja að þetta var ekki sérstaklega gott. Nei. En ég held að þetta hefur skrítnasta að því ég vissi ekki alveg hvað þetta var. Já, ég get alveg ímyndað með það. Hvað varst að hlusta á leiðinni í vinnuna í morgun? Þögnina. Ég hlusta ekki mikið á leiðinni í vinnuna. En ég hlusta mikið á bara svona cozy tónlist, sko. Þannig að þegar ég er ekki að hlusta á Veru Illuga, þá er ég að hlusta á, þú veist, country tónlist, eitthvað svona singer-songwriter, eitthvað svona, já, eitthvað lágstemt, mikið 80s, mjög mikið 80s. Já, það má að segja það. Já, það er oft sagt við mig að ég sé gömul kelling og ég bara, finnst það bara fínt. Tekur því fagnandi. Ég er bara óna það, skilur ég, því er ekkert annað. En ef þú væri land, hvaða land væriru? Ó, Jesús. Tveir. Og? Hvaða land væri ég? Mér langar að segja kannski Japan. Já. Það er bara eitt af uppáhaldslöndunum mínum. Ég veit ekki af hverju það væri ég samt, en það er samt alveg, ef ég þú veist, segja bara eitthvað, að því ég var ekki búin að hugsa það, að þá það er alveg mikil svona,
fólk yfir höfuð svolítið svona yfirvegað, það ekki mikið svona verið að kalla, hrópa út á götu, mikið svona Allt bara róleg. kurteisi, stundvísi, þetta allt saman ég. Þú ert Japan. Ég Japan. Þetta hljómar samt rosa mikið eins og þú. Já, ok, ég sátt við þetta. Já. Ég Japan, já. Ok, flott. Sóla Japan. Já. Ströndin eða fjöllin? Fjöllin, allan daginn. Já. Ströndin ekki, kallar ekki á mig mikið, eða þú veist, ég elska sjóin og synda og kafa og svona, ég ekki mikið fyrir að liggja og vera í sólbaði. Fá sand út allt. Nei, þannig að fjöllin eru klálega fjallgöngur, mér finnst það næs, náttúran. Auðvelt svar. En hvað færðu þér í bragðarefinn þinn? Jarðaber, dæm og svo þriðja svona wildcard. Það Já. getur verið Oreo, getur verið Oreo oft, þristur, eitthvað þannig. Oreo eða þrist? Já, þriðja svona meira, breytilegt, sko. Alveg, askoti fínir bragðarefinn samt, allt saman. Já, Ef þú spyrir mig, já. þá myndi ég segja það, sko. Hvað færð þú þér bræður? Ég fæ mér hindber, hokkibúlver Ok. og svo eitthvað svona, þú veist, þriðja svona bara smertiskurl eða eitthvað svona lítið. Ég vil ekki hafa mikið í bragðarefinn. Þetta hljómar allt, þetta þrennt hljómar allt eins og svona eitthvað sem að ísbúður myndi segja sem bræður yfir mánaðarins sem enginn fær sér. Nei. Hindber, hokkipúlver og smartís. Já, smartiskurl. Ok. Ég vil fá ísinn. Ég nenni ekki að vera bara að bryðja á, þú veist, Já, alltaf miklu. ég skilji. En já. Ert þú tilbúin í hraðspurningar? Já, ég held það. Ok. Ég ætla að vera óksla fljót að svara. Já, Ég ok. ætla að reyna. Þú verður fljót að svara fyrsta, held ég. Fyrsta spurningin ferðataska eða bakpoki? Bakpoki. Já, þetta var easy. Yep. Viltu útskýra það eitthvað nánar eða? Ég ferðast bara oftast þannig að ég að fara mikið á milli staða og ég fæ alveg ógeða ferðartöskunni að draga hana á eftir mér út allt. Já. Mér finnst bara lang einfaldast að pakka létt og skella ég á bakið á mér. Anytime. Hefur aldrei lent í með ferðartösku að hjólinn verði ónýtt? Jú, já, eina ferðartösku og hún 100 ára og eitt hjóli svona semi-stíplað. Já. Hún á að geta fara á svona 4. Ég tek hann alltaf á 2. Já, Það bara ég veit ekki, ég nenni ekki að standa í því. Ok, bakpoki allan daginn. Já. Hvað ertu að horfa á núna? House. House. Já. Ok, fíla það. Mér langar Old ógeðslega school. mikið ég að horfa fyrstu séri House sem að var á Ok. Skjá 1 þegar ég var lítil, Ertu skilur. að horfa á það í fyrsta skipti? Nei, ég horfði á það á Skjá 1 þegar ég var, Já, þú veist, einhver pjakki heima, já. en núna ég að horfa á það svona alvöru. Ok, já. Ég elska House, sko. Mér finnst það góð. Hann skemmtileg típa. Já, eða þú veist, hann er alltaf umlega típa en hann er skemmtileg þættir. Já. Ok, þriðja spurningin. Ef þú væri borg, hvaða borg væri þú? Ég væri Jóhannesarborg. Jóhannesarborg. Ok, af hverju? Það sko það fyrsta sem ég dætt í hug. Út af því að hún svona pínu kaotísk, pínu svona hektik, svona. Ég er frekar kaotísk manneskja, Já. svona miðað við, myndir segja það. Já, en af hverju Jóhannesarborg, eða þú veist, af hverju ekki einhver önnur kaotísk borg? Eins og bara, já, þú hefur alveg farið í fleiri þannig. Já, Bangkok, það alveg til nokkrar. Ég held bara, þegar ég fór til Jóhannesarborgar, þá var það svona fyrsta stórborgin sem ég upplýði þessa kaotík í, Ok. þú veist. Síðan fór ég til Bangkok og hef farið annar staðar, en þetta er svona fyrsta upplifunin mín á svona Ok, já. skilur. Ok, skilji. Ok, fjórða spurningin. Hvað tókstu með þér í fyrsta ferðalagið þitt sem þú notaðir aldrei? Ó, guð minn góður. Örugglega heilan helling. Þú veist, mér langar að segja bara eitthvað 2 hlýrabóli og 1 stuttbuxur sem Já. að voru held ég bara á botninum allan tíman af því að þær voru óþægilegar og bólur í gegsa eða skilur, ég hugsaði ekkert Nei. lengra og svo þurfti ég ekki á því að halda og það tók pláss í pókanum mínum. Kannski ekki praktísk föt sem að... Já, Já. bara svona óþægilega stuttbuxur sem ég nefndi aldrei að fara í. Svo eftir 3 mánuði var ég bara, ég er ennþá með þetta með mér. Já, maður heldur svolítið að maður ætla að setja lukkið í fyrsta seti og Já, vera með svona coordinated outfits og svona, en það gengur ekki alltaf eftir. ég gafst upp mjög fljótt. Já, ég líka. Ok, síðasta spurningin. Já. Hvað ferðu þér á pizzuna þína? Ef ég er að hugsa að Dominos, þá fæ ég með cream mexicano eða basar, að ég Ok. borða ekki rautt kjöt. Ok. Þannig að það er eiginlega bara kjúli og græmmiti og nóga osti. Ok. Piparostur, rjómaostur,
ekki svoleiðis allt með svoleiðis döðlur á pítsu, geðvikt ef ég ætti að gera pítsu heima þá það sveppir, rauðlaukur, paprika, döðlur piparostur og rjómaostur og ef ég á kjúla þá skelli ég honum með Ok, þar hafið þið það ókslega flókið Getur kannski, þú setur uppskriftina kannski já, uppskrift á fer Instagram eða eitthvað? já, Instagram, við getum gert TikTok Já, eða, ég veit ekki ef eitthvað vill, þá má líka bara senda á mig já, ég er rosalegur pizzamaker ok Já, þetta voru hraðaspurningarnar ég er ángriðs smá svöng Já, bræður pizza Já, herðu, æði þá myndi ég nú halda að fólk þekki okkur Sólu aðeins betur já, og eins og þið heyrið þá erum við ekki mjög líkar nei Þetta er svona frekar segja við erum frekar ólíkar já, En eigum satt margt sameiginlegt líka já sem betur, við til dæmis ferðast Já, allt sem tengist því Það er sameiginlegur grundvöllur jú, enda erum við hér saman Já, við kannski bara, mér langar svolítið að fara inn í bara ferðalögin, þú veist, og bara eins og fyrir mitt leiti af hverju er ég að ferðast eða hvert hef ég farið og eitthvað svona bara, ef við tökum bara hérna, þann pól bara hvað erum við að gera hérna? smá Af hverju svoleiðis erum við hérna? já, Já, hvað viltu mér, Sóla hérna, hann er mér langar að spyrja þig kannski til að byrja með, bara hérna ef þú segir mér bara frá því fyrst ef þú fórst eitthvað svona að ferðast okkur gerður það, skilur Já, það er hvernig? góð spurning. Sko, það var alveg ótrúlega snemma sem ég ákvaða að ég ætlaði að fara í hérna einhverja ferð og ég veit ekki alveg nákvæmlega hvernig mér dattaði í hug en ég ásins ennþá blað heima sem að hérna ég skrifaði sko örugglega 2014 eða eitthvað þegar ég var ennþá í grunnskóla bæði eða fyrst ári menntaskóla eða eitthvað og þá hérna var ég með áætlun hvernig ég ætlaði að safna fyrir ferð og fyrsta ferðin sem ég fór í var sem sagt svona Interrail ferð sem að er hérna lestarferð Evrópu þannig að þá er maður bara með svona hérna bara fjölnóta lestamiða í rauninni, svona lestapassa og hérna getur nota hann til þess að flakka á milli og ég fór sem sagt með kærastanum mínum í þetta og við vorum í einhverjar 5 vikur eða eitthvað og hérna og það er bara skemmst frá því að segja að það tók ekki marga daga að ég var bara orðin smá bara svona heilluð af þessu. Já. Þetta var fyrsta skipti sem að ég fór eitthvað svona, já, eitthvað ein basically, eða þú veist ekki með fjölskyldinni og hérna bara einhvern veginn svona flakkið, þú veist, var bara svo skemmtilegt og bara svo frelsandi, sko. Maður var bara einhvern veginn, já, gat bara gert allt sem maður vildi og hérna hoppa bara upp í næstu lest og skoða bara alls konar staði sem maður hafði bara séð í bíómyndum og þáttum og eitthvað og hérna, já, þetta var bara ótrúlega já, svona, hvað segir maður ég var mjög fljóta að falla fyrir þessu, alveg killifljót. Þannig að þú varst í Evrópu hana á flakkinu í 5 vikur og þarna var líka svona fyrst skipti sem ég fór, þú veist, þú var að gista á svona hérna hostelum og svona þau eru best. Já, þannig að þú veist, það var rosa hérna já, ný upplifun einhvern veginn. Mér svona leið bara, já, eins og ég væri komin svona pínu langt frá Íslandi þegar fólk fór að heilsa manni bara eitthvað. Á Íslandi er allir bara eitthvað svolítið svona í sínum heimi, bara eitthvað horfa niður, ekki tala um mig, skilur við. Í símanum. Já, í símanum. Já, en svo einhvern veginn, hérna, þú veist, á hostelunum, bara leiðum að labba inn dyrnar, það var allir bara eitthvað, hey, how are you doing? Þú veist, eitthvað, where are you from? Eitthvað hérna. Og ég bara, Já, ertu að tala um mig? Já, hæ, eitthvað svona. Og hérna, allir náttúrulega ógeðslega áhuga sem eru Ísland og hérna, og bara svona cool típur einhvern veginn sem að voru búin að ferðast út allt og hérna, já, voru bara búin að fara, þú veist, á alls konar staði sem ég vissi ekki að vera til og voru að segja mig frá því og eitthvað. Þannig að það tók mig ekki langan tíma að verða bara svolítið svona húgt á þessu, sko. Þannig að þú veist, í framhaldinu fór ég bara í alls konar ferðir, þú veist, fór til Mið-Ameríku, fór í Asíu, reisu í 4 mánuði, ég myndi segja að það var svona fyrsta svona alvöru proper ferðin mín. Svona löng. Já, svona reisuferð, sko. Og það var bara magnað, sko. Þetta var bara algjör draumur. Ég bara, hérna, já, svona fyrsta skipti sem maður fékk eitthvað svona alvöru menningasjokk líka, þú veist, ekki, já, maður er einhvern veginn komin ótrúlega langt að heiman og þú veist, lendir bara eitthvað í Kína, skilur við. Og það var fyrst skipti sem ég fekk svona
ég bara í Kína? Já. Þetta var svo surrealist einhvern veginn svona að vera þar, þú veist. En hvað var það, þú veist, eins og þegar þú hugsar menningasjokkið í Kína og hvernig leið, hvað það sem að tryggja þetta menningasjokk, skilurðu? Sko, ég held að hafi verið bara pínu svona, sko, fólkið klálega partur af því. Það var náttúrulega bara ótrúlega margt fólk, bara alls staðar. Það var bara þvílíkur fólksfjöldi. Já. Og og borgin einhvern veginn svona svolítið pakkaðar og það var mjög mikið verið að horfa á mig. Mjög mikið. Já. Það var bara eins og fólk hefði aldrei séð bara hvíta manneskju eða eitthvað, ég veit það ekki. En þau allavega, störðu mjög mikið, voru mikið að biðja að taka myndir með mér og taka mig upp þegar ég var að labba framhjá og svona. Það svo, ég get ekki einhvern veginn, ég ímyndi mér ekki Kína verandi þannig einhvern veginn. Nei, það var bara meiri þess að í Peking, þú veist, bara í höfuborginni, þetta var bara í neðarlestinni í Peking, þú veist. Þú veist bara eins og Taylor Swift, bara walking around. Basically, og fyrst fannst mér þetta skrítið, svo var ég alveg pínu farin að bara svona embracea þetta og ég var pínu svona eitthvað, já, takkið bara mynda mér. Komið með mér. Já, svo lendi í því að ég datt á hjóli líka í Kína, fekk sár á hnén, var eins og algjör hálfviti, gat eiginlega ekki labbað almennlega. Hvað varst að fara hratt á þessu hjóli? Ekki mjög hratt, ég var brúkslega stúpid að vera í símanum og þú veist, ég var að skoða kortið in my defense. Já, ég var að skoða kortið og datt á hjólinu, fekk sára hnén, gat ekki labbað upprétt og var einhvern veginn svona hálfhaldrandi og fólk var ennþá alltaf að, þú veist, taka upp vídeo þegar ég var að labba framhjá bara á götunni. Þá var ég pínu svona eitthvað, jæja, ég er ekki alveg upp á mitt besta núna. Þið þurfið ekkert endilega að vera að taka þetta upp og þú veist, posta þessu maður veit að hvar, skilur. Ég veit ekki af hverju en ég sé alveg fyrir mig smá svona svo, hvað sem mót. Já, ég var þannig bara svona hókin og höll eitthvað á götunni og fólk bara, heyrðu, best að kippa upp símanum og festa þetta filmu. Vá, hvernig líður, ég get ímyndið mér bara, þú veist, manni líður ekki vel. Nei, mér leiði ekki vel, ég held ég hef verið með kvef onni í þetta, ég var alveg svona sjúfandi upp í nefið eitthvað endalaust. Já, þetta var smá skrítið og það mjög eftirminnilegt þegar að einn svona maður sem náði mér kannski upp á með mér eitthvað, hann var sko, ég verðum að tala pínulítinn mann, hann kom upp á mér og vildi knúsa mig, sem sagt. Nei. Já, og hann svona pikkaði í mig og ég sneri mig við og hann eitthvað svona rétti út hendurnar og brosti til mín og ég svona, já, ég skal alveg knúsa þig og ég knúsaði hann, bara hann var eins og barn í fanginu á mér, skilurum. Og kærastinn minn festi þetta mér á myndband, sko. Þú átt þetta myndband? Já, þetta myndband, sko. Og ég hef bara aldrei séð vandræðalega mannesku og mig á þessu myndbandi því ég var eins og skítur í framan, sko. Ég vissi ekkert hvað ég átti að gera. En já, þannig þetta var svolítið svona upplifunin í Kína. Fólk líka hrækja rosa mikið á götuna, já. Þau eru alveg svona pínu hávær og svona ekki mikið að bíða í röð og já, hrækja mjög mikið. Það er svo skrítið. Já, ég þurfti mikið að venjast því, sko, því ég er svona pínu svona pempi að þeirra kemur eitthvað svona búkljóðum og eitthvað svona. Þannig að það var svona smá, já, það var smá erfitt, sko. En já, og svo eins og ég nefndi áðan í byrjun, krispí andafittan og þetta, þú veist, maturinn var náttúrulega líka öðruvísi. Mjög pent sagt. Já, öðruvísi. Hann var öðruvísi, hann var ekki vondur allur, alls ekki, hann var mjög góður og geggjaðar dumplings og eitthvað svona, en það er smá svona, já, maður þarf alveg að koma sér í ákveðin gír að smakka allt og vera svolítið svona tilbúin að prófa eitthvað svona skrítið. Ég verð með fasta mynd af Sólu sem í hvað sem mót og í huganum mínum erst með blóðu hné á Kínamúrnum þegar þú ert að þetta. Ég veit ekki af hverju, en ég sé að þannig fyrir mér. Já, það er nokkuð nærri lagi, sko. Það er bara, já, þetta var allavega eftirminnilegt, má segja. Já, ég get ímyndað með það. Já, þannig að, já, ég ennþá í dag bara dýrka Asíu, sko, og bara fæ menningarsjokk eiginlega hvert skiptið sem ég fer þangað en það verður svona kannski vægara og ekkert eitthvað neikvætt, sko. Þetta er bara svona, já, þetta er bara partur af þessu. Já, líka bara talandi menningarsjokk, mér finnst þau svo mismunandi og svona öðruvísi eftir því hvar maður er og hvaða sem raunverulega að svona valda þessu litla sjokki sem maður að upplifa, þú veist, eins og við erum að tala um menningu, þú veist, hvað það í menningunni sem að maður bara eitthvað svona hvað þetta? Eitthvað sem maður hefur aldrei upplifað. Nei. Bara eins og þú talar þú veist, allt einu fólk hrækjandi út allt og ok, þetta hljómar líka smá furðulega en
bara þegar maður í annarri menningu eða umhverfi eða eitthvað svona. Það bara svo margt svona sem að maður getur ekkert átt von á eitthvað. Nei. Þú veist, maður veit svona alveg vissa hluti landið sem maður fer til og hérna, og það var náttúrulega ekki, þú veist, leyfilegt alltaf þá, ég veit ekki hvernig það núna eins og með, hérna, þú veist, Facebook var bannað og gæti ekki nota Google Maps og allt svona, þú veist. Vá. Þú veist, þannig að hérna, það eru vissi hluti sem maður vissi svona alveg fyrirfram, en svo einmitt eitthvað svona sem maður bara, af hverju? Þú veist, af hverju allir að rækja hér? Þú veist, það var enginn að rækja í Kóreu. Bara slefinu þínu. Já. Oh my god. En þetta eitthvað svona sem tíðkast bara og þetta bara öðruvísi. En manst þú eftir einhver dæmi frá þér þar sem að þú fékkst menningarsjokk? Hvar var þitt fyrsta menningarsjokk? Fyrsta? Það var örugglega þegar ég var í skiptinámi þegar ég var 17 ára í Nýja-Sjálandi. Já. Þá byrjaði ég svona, fór þetta stað svolítið hjá mér. Já. Þú veist, ég ákvað bara að ég vildi fara í skiptinám í menntaskóla og ekki veit ég af hverju, en ég vildi fara eins langt og ég gat. Já. En svo hjálpaði líka að þau tala ensku í Nýja-Sjálandi og ég hugsaði bara það er svo oft verið að bera saman Ísland og Nýja-Sjálandi, þetta verður örugglega bara tiltölulega þægilegt. Allt kom fyrir ekki og ég auðvitað fékk menningarsjokk, þú veist, en já, ég veit ekki, og svo hélt ég líka alltaf að ég yrði meira stressuð að vera að fara svona langt frá heiman í ár, ég upplifði eiginlega bara meira svona spenning, þú veist, fyrir því. Ég man það var bara svona líka ákveðin svona tilfinningar rússipann með sjálfur mér, bara eitthvað, af hverju ég ekki aðeins meira skilur. Já, bara af hverju ég ekki hrædd. Bara ég bara tilbúin að dýfa mér hérna í djúpulögin á nan og sög. Já. En þar semst í skiptináminu bjó ég hjá Mári fólki í Nýja-Sjálandi sem svona frumbyggjarnir, og það allt önnur menning. Þar fór ég bara í skólan og þurfti að læra svona hakka stríðsdans og var að æfa rúbí og þurfti bara, þú veist, og ég næpu hvít og allir fallega svona brúnir svona Mári, og ég man að þótt að landslagið og þetta var svona tiltölulega kunnulegt, þá var menningin sem ég bjó í, Mári menningin, þú veist, hvernig bara svona haga sér, hvernig borða og svona þjóðrétturinn þeirra og eitthvað svona hvernig bara einhvern veginn, það var svona pínu sjokk og þar gleymi ég aldrei að ég er 17 ára. Ég hef aldrei farið í jarðaför á þessum tíma, eða svona jarðaför með opinni kistu, eða svona, hvað heitir það, kistulagninga og svona. Aldrei farið í svoleiðis, heppin með það, en ég mæti í skólan, mjög lítill skóli sem ég var í, og skólastjórinn segir við mig í viku 2, eitthvað, Rebecca, can you come to the Marae? Og ég hugsa bara, ég til í allt sko. Og ég bara, yes, I will come to the Marae, veit ekkert hvað Marae er. Það var sem sagt jarðaför, Mári jarðaför. Og þú varst bara peppuð í þetta? Ég bara, let's go, bara fekk að fara úr skólanum, skólastjórinn var að fara í þetta í Marae og ég náttúrulega veit ekki hvað það þýðir. Tók mig og 2 aðra nemendur sem voru svona prefixed, svona nemendur sem voru svona bestu nemendurnir í skólanum, eitthvað. Og ég var bara, okkur við að fara í þetta Marae, kannski við að fá okkur velun eða eitthvað. Ég skipti nemi og þau gekk klár, eitthvað, ég var bara eitthvað, aftur í bílnum bara í miðjunni. So guys, ég er að fá viðurkenningu. Ég bara, where are we going? Og þau bara, to the Marae, og það var svona pínu þungt yfir. Og ég bara, Marae, og ég var svona, geti bara svona, hvað er það? Og þau voru í sjokki bara, og þurfti að útskýra hans fyrir mér að við værum í raun á leiðinni í jarðaför. Og bara þyrftum að mæta þangað og ég var bara, af hverju, í fyrsta lagi, er skólastjórinn í skólanum mínum að draga 3 nemendur í jarðaför hjá einhverju sem ég þekki ekki? Já, það er mjög góð spurning. Já, og þú veist, talaðu menningarsjokk, ég sat í bílnum bara, en þegar ég mætti á staðinn, Sóla, þá ég gat ekki, þetta er semst, menningin þeirra er svona, Marae er svona eins og kirkjan þeirra. Já. Eða það sem að ættbálkurinn er svona með sitt svona hús, bænahús og einhver kona í samfélaginu hafði dáið og skólastjórinn var boðið og hún kemur með vottar sína virðingu með því að koma með fólk með sér og hún sem skólastjóri hugsaði, ég ætla að taka mína bestu nemendur og skiptinema til að votta sem mesta virðingu. Já, ok. Nema það að við komum og þetta er bara jarðaförinni í marga daga og líkið liggur bara í opinni kistu inn í þessu húsi í marga daga og ég bara, þetta er svo furðulegt. Við fórum til bílnum og við erum að labba inn í hollum og það er kona fyrir utan húsið sem er að syngja okkur inn
á Mári og við löppum mjög hægt og hún bara að góla eitthvað Mári og við löppum öll rosa dramatíst og ég var bara ekki hlæja Ég held ég væri að fá viðurkenningu. Ég held ég var að fara að fá eitthvað þið fá að koma í keilu Nei, þarna var ég mætt og við þurftum að fara úr skónum svo þurftum að taka hérna svona, setja haus svona, eða andlitin upp að nánustu aðstandendum og gera þetta svona Mári þing þá anda maður svona nefin snertast og maður svona andar djúpt að sér að því maður að anda að svona, ég væri að anda þínum anda að mér svona það á að vera svona tenging aldrei hafði ég gert þetta á ævinni og allt í einu var ég farin að bara þefa af öllum inn í þessu húsi og kunnu fólki og sá svo bara dána konu sem þú hafðir aldrei hitt lá bara þarna, voða friðsæl og ég bara amen, eitthvað svo bara fór ég út og bara, þetta skrýtnasti dagur bara, þetta var menningasökk bara, þessi saga, ég man þetta svo vividly og ég bara þarna byrjaði skiptir á mig mitt og bara, þú veist, the rest is history skilur þannig að síðan þetta var, þá hefur spurt kannski aðeins meira svona, ef ykkur spyrði viltu koma í hvað, please elaborate hvað það útskýrðu í nokkrum orðum hvað erum við að fara að gera ég man líka að vera að tala um mömmu hana eitthvað 20 år setna, hún bara, hvernig er búið að vera? Ég bara, mamma, ég sá lík hún eitthvað, ó nei þú hefur ekki sér lík hingað til þannig að ég bara, nei það var mjög svolítið skrítið nú er ég bara búin að vera eigða tíma með henni hérna bara eitthvað daga og þetta var ákveð menningasjokk, þarna fekk ég líka bara svona ég þarf greinlega aðeins að svona koma mér inn í menninguna hérna, ég er ekki á Akureyri, skilur einmitt, að því maður hugsa það kannski pínu með Nýjasson, maður heyrir alltaf einhvern veginn, þú veist, fjöllin, fossarnir, kindurnar, þú veist, eitthvað svona, en svo er menningin bara, fólkið bara ekki það sama. Nei, alls ekki. Nei, ekkert líkt Íslandi. Þetta er bara heiminn og haf. Nei, en það kom mér mikið á óvart, hvað þetta er margmenningar þjóð, eða svona, þú veist, Islanders, fólk hérna frá Fiji, Samoa, þú veist, og bara fjölskyldan sem ég bjó hjá, pappin er frá Samoa og mamman er Mári og pappin talaði Samoan við systur mínar, þú veist, eða þú ímyndaðir Moana myndina, hann er bara þaðan og er bara heima eitthvað og ég bara sí, muy bien þú veist, ég var bara hélt einhvern veginn bara að þetta yrði miklu nær heima en bara þarna fekk ég líka bara, ok, ég vil meira svona ég vil fá þessar upplifanir og bara læra á af hverju er ég í þessari jarðarför lendi ykkur fleiri óvænti sem að myndir aldrei lendi heima þú veist það er algjörlega góða punktur sko það er náttúrulega beauty við bara menningssökk og að ferðast sko þannig að ég hugsa líka ef að þú tekur eitthvað annað menningssökk þú hefur alveg farið í allar heimsálfur, er það ekki? Já, ég hef nefnilega ekki komin til hérna Ástralíu og Nýja-Sjálands eða Eyjaálfu, því ég á það alveg eftir sko. Þannig að hérna mæli með. Já, ég trúi því. Ég með langa mjög mikið sko. En jú, hinnar nema Suðurskautlandi hef ég farið til. Teljum við það með samt. Þú veist, einn daginn þegar ég verð bara þú ætlar til Suðurskauts. Já, ég meina bara þegar ég komin á eftirlaun eða eitthvað skilur, þá bara hvað ætlar að gera? Skoða Mörgæsir og já, bara sigla í einhverjum ógeðslegum sjó eða þú veist, einhverjum öldum og eitthvað. Já, nice. Já. Það er mitt svona eitthvað sem að ég þarf ekkert endilega að gera í lífinu mínu. Það er að fara á Suðurskautslandið. Hvert myndir þú vilja fara næst? Sko, ég er rosa heit fyrir svona einhverju aðeins meira í Asíu. Já. Ég hef alveg farið þess aðeins í Asíu, en mér langar svo mikið, þú veist, ég á Japan eftir, Filippseyjar, Kína. Já. Síðan vil ég sjá aðeins meira í til dæmis Mið-Ameríku. Já. Ég var til að fara til Guatemala, Honduras, eitthvað svona Panama og svo er Afrika alltaf bara já, það er nóg eftir þar já, ég hafði ferðast ég tekið svolítið í Afriku en hérna, mér langar að taka þú veist, Botswana, górilurnar í Uganda, eitthvað svona ég er alltaf út allt í hausnum, ég get ekki nei, ég bara tengi sko þetta er mjög erfitt þetta er mikið svona fyrsta heimsvandamál að velja hver maður allar var næst og pína já, þetta er rosa hérna mikið sko ég er búin að vera að hugsa mitt hvert ég á að fara næst ég er bara eiginlega engu nær sko ég á eftir að fara til hérna Sri Lanka
Já, ég líka. og Maldíveyja, Ég líka, ég dúta. Við erum að fara að vinna í því. Þetta er ekki hægt. Þetta er ekki hægt. En sko, þú samt, mér langar að koma inn á eitt. Já. Mér langar að segja fyrra. Mhm. Þá tókst þú einna sumafrí og skellti þér til Úsbekistan. Já. Jú, ég gerði það. Svo sannarlega. Og sé sko ekki eftir því, skal ég segja þér. Þetta, var mögnu ferð, sko. Ég, get heilsugar mælt með Úsbekistan. Og bara mér langar að fara til fleiri stanlanda líka. En ég heyrði þar að þau væri líka frábær. En já, ég bara átti sumafrí í fyrra og vissi ekki alveg hvað ég átti að gera og langaði svolítið, ég er smá svona treg stundum, ég get ekki alltaf svona gert svona eins og allir, sko. Þannig Þú verður öðruvísi. Já, mér finnst það voða gaman, sko. Þannig að ég ákvað bara, þú veist, nú er ég alla daga bara í vinnunni að tala þú veist, eitthvað lönd og mörg þeirra sem ég hef heimsótt og þau sem ég hef ekki heimsótt líður eins og ég hafi bara komið þangað því ég tala svo mikið þau og þá fekk ég svona, hvaða land veit ég ekkert og þú veist, hvað tala ég aldrei og það var bara Úsbekistan og þannig að ég ákvað að skella mér bara í það og það var, þú veist, ég myndi ekki segja að því ég hef nú alveg ferðast kannski töluvert í Asíu áður, sko, þannig að þetta var ekki kannski eitthvað svona brjála sjokk, þú veist. Nei. En það er ótrúlega margt þarna sem að maður bara veit ekkert þú veist, bara, þú veist, einhvern veginn hvernig, já, því ég hef ekki ferðast mikið í þessum löndum sem að tilherðu einu sinni Sovétríkjunum. Þannig að þetta var svona pínu nýtt fyrir mig, öll þessi saga og mörg nöfn til að læra, mjög mikil saga, mjög mikil menning, mjög mikil byggingar og eitthvað svona. Þannig að mjög mikið byggingar. Mikið, ekki mjög mikið fólk. Nei. Þetta er sko bara ótrúlega svona, það er alveg ferðamann þarna, en þú veist, samt eiginlega ekki, þú veist, með við aðra staðir sem maður hefur farið á, sko. Þannig að við vorum hann bara á einhverjum geggjum torgum og já, skoðið einhverjar ótrúlega gamlar margar byggingar og það var bara enginn þarna, þú veist, við vorum bara ein, einhvern veginn, sem var magnað, sko. Þannig að en það var alveg margt þar sem að sem að við lærðum svona landið sem að sem að var svona pínu erfitt að heyra margt, bara svona upp á mannréttindi, þú veist, kvenréttindi og eitthvað svona sem að maður svona eitthvað svona þingri hluti sem við þurfum ekkert að fara út í hér. Ekki dag, Sólrún mín, ekki dag. En ótrúlega áhugavert, sko, og maður einhvern veginn bara læri bara að meta, þú veist, það sem maður hefur, skilur, þú veist. Þetta er nefnilega, þú veist, út af því að þú talar sögu, menning, eitthvað svona, maður lærir ótrúlega mikið á því að ferðast, bæði bara einmitt sögu og bara landafræði, eitthvað svona almennt, en líka svo mikið sjálfur, maður lærir að vera svolítið svona sjálfstæður og víka svolítið sjóndeildarhringinn. Já, bara setja sig í spor annara, þú veist, bara einhvern veginn, af því að það var bara ung stelpa þarna sem var að ferðast með okkur, sem er frá Úsbekistan, sem var að sýna okkur og þú veist, og ég var ofta að hugsa bara eitthvað svona, vá, þú veist, hún er bara svipum aldrei og ég og bara pældi hvað við lifum ólíku lífi, þú veist, hennar raunveruleiki er bara einhvern veginn allt annar heldur en minn og ekki að það hann sé eitthvað verri eða eitthvað, þú veist, hann bara svona, já, það er bara svo, eitthvað svona sem maður myndi ekkert vita nema maður sé þar, skilur. Þetta er eitthvað svona sem þú getur ekkert lesið þú veist, bara, það er allt öðru sig að upplifa þetta bara á staðnum, sko. Líka bara þegar maður er búin að upplifa svo margt og það er ennþá að koma mann óvart og maður er ennþá að upplifa bara svona þessi tilfinning sem maður fær. Það er held ég svona dýrmætast það sem ég fæ út af mínum ferðalögum. Bara þegar maður er að gera eitthvað svona einmitt, sjá eða upplifa eða eitthvað svona í fyrsta sinn sem er svona einstakt og ég er svona þetta er eins og bara þegar ég sá Machu Picchu í Perú. Þú tengir við það, kannski. Maður er búin að sjá, heyra Machu Picchu og það er ótrúlega mikið saga og menningin þar og bara ótrúlega áhugavert. Ég gleymi aldrei tilfinningunni sem ég svona upplifði þegar ég sá það með eigin augum og þegar ég satt hjá Machu Picchu og var raunverulega að hlusta og eitthvað segja mér frá því. Þú veist, ég hef alveg gaman að sögu en ég vil meina það að hver sem er sem að hefur ekki eins gaman að sögu og ég hefði samt mjög gaman af þessu og gott 100% gott af þessu. Ég bara lifi fyrir þessi moment þar sem maður einmitt er bara einhvern veginn mættur á staðinn og maður einhvern veginn bara svona
hálfpartinn svona rankar við sér og bara, maður kannski búin að vera bara í rútu, í lest og flugvél og eitthvað svona til að komast þangað og rosa mikið aksjón og prógram og svo allt í einu svona stoppa maður einmitt á einhverjum svona stöðum einmitt eins og Machu Picchu eða Taj Mahal eða eitthvað og maður bara svona pínu svona bíti er ég hér? Eða, hér er ég er þetta draumur? Er þetta, þú veist en já, það er einhvern veginn svona já, en svo verður maður líka að muna að þú veist, maður bara kemur sér þangað sjálfur eða þú veist, þú ferð ekkert þangað bara já, bara það væri náttúrulega draumur að geta bara að teleporta ég mætt það væri mjög næs oft en þetta bara þegar maður byrjar held ég held leiðum maður byrjar á því að opna og víka sjóndeildarhringinn smá þá er alltaf rosa erfitt að fara eitthvað tilbaka bara eins og við vorum að ræða, ég held að maður ræði vinnunni bara í vikunni bara fjölskyldan allar reyna að fara á eitthvað stað í frí eða stelpunar allir stelpuferð mér finnst bara ekki nógu svona ögrandi eða svona ég fæ ekki eins svona maður er komin einhvern veginn bara þangað þú veist, það er eitthvað, heyrðu, ég var að kíkja til London ég er svona, en að fara til þú veist svo skemmtilega vinkonan já, ég er alveg ferleg en já, ég held að sé ég held að sé ótrúlega gott fyrir alla bara á öllum aldri að prófa að upplifa eitthvað svona smá já, eins og ég segi, maður verður bara húgt á þessum momentum, eða þú veist, maður verður bara einhvern veginn svona já, og ég er held alltaf, þú veist, í meira sem ég ferðast að þetta sé að fara að vera minna og minna einhvern veginn spennandi og þetta sé að fara að vera minna svona nýtt en svo bara, þú veist, mæti maður og maður sér alltaf eitthvað nýtt og maður er alltaf bara eitthvað ég vissi þetta ekki, þú veist, ég var alveg búin að kynna mér þetta ákveðlega en ég hafði ekki hugmynd um þetta eða þú veist, þannig að já, þetta er algjörlega bara eitthvað sem maður þarf að gera bara og punktur easy peasy lemon squeezy það er svona bara láta það gerast sko, það er bara þannig. En við ætlum allavega að taka góð spjöll hérna í sumar við ætlum að aðeins að svona deep dive meira inn í, þú veist, ferðasögur einhverjar kannski áfangastæði eða þú veist, sólóferðir þegar við erum að ferðast einar, hvernig það er hvað fer úrskeiðis og alls konar svona skemmtilegi gestir sem eru að fara að koma til okkar, þannig að þetta verður mjög skemmtilegt. Já, það er á nóg að taka sko, sérstaklega því sem fyrir úrskeiðis Já, því miður eða svona, það er samt svo fyndi eftir það er ógeðslega gaman sko, ég er spennt að tala um það sko. Já, ég líka en mér langar líka að endilega hvetja ykkur til að followa podcastið á Spotify og bara fylgjast með ykkur líka á Instagram og TikTok. Já. Ég og Sóla og við stelpurnar á skrifstofunni hérna í Kilroy erum mjög fyndnar mér finnst þú ótrúlega fyndnar hlutlust mat já, þú veist, hefur eitthvað sagt það við þig utan skrifstofunar sko, já, en bara ef ég sendi þú veist á vinkonum mínar utan vinnunar bara, nenni að sjá þetta TikTok, er þetta ekki fyndið þá fæ ég, haha, jú og ég svona, þetta er fyndið okkur finnst það allavega mjög skemmtilegt þannig að við erum endilega að tjekkja á því, follow okkur á TikTok og Instagram og hér á Spotify já, endilega followa podcastið og ef þið eru með, þú veist, einhverjar ábendingar eða hugmyndir, eitthvað svona skemmtilegt sem þið viljið að við tölum eða, já, bara almenna spurningar, þú veist, það bara endilega að senda á öllum samfélagsmiðlum bara hvar sem bara við varum mjög til í að heyra eitthvað spennandi hugmyndir. Markaðsstjórinn okkur, hún bara tekur þetta allt saman, græðir þetta fyrir okkur og við getum svara spurningum og svona. Já, það væri náttúrulega draumur sko. Já, það er ógeðslega gaman. Þetta verður veisla. Já, Sóla. Þetta verður það. Veisla. Mikil veisla. Herðu, þá bara ætla ég að fá að kveðja ykkur í bili. Já, takk kærlega fyrir að hlusta á þennan fyrsta þátt. Já. Vonum að þetta bara verða ekki til þess að slökkuðinu. Ekki slökkva. Herðu, þá bara Kilroy kastið á áætlunni yfir og út.